Og næst það skýrsla bæjarstjóri til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að óska ykkur gleðilegs árs og þakka fyrir þessa góðu umræðu sem fór hér fram áðan. Ég held að hún sé alveg gríðarlega mikilvæg og við munum að sjálfsögðu skunda til Reykjavíkur til þess að hitta alþingismenn. Nú hef ég unnið í 3 landshlutum og þetta 3. landslutin sem ég hef unnið í og það sama umræða allstaðar. Og ég held að það ætti að vera til umhugsunar fyrir alþingismenn og þá sem eru ráðandi hverju sinni að þessi umræða kemur frá öllum landslutum og það ætti að vera mikið og stórt umhugsunarefni. Að það eru allir landslutar sem kalla eftir því að það sé brugðist við og farið í alvöru byggðastefnu og alvöru byggðaaðgerðir. Þannig að ég vil fá að þakka Hildu Jönu fyrir hennar góðu framsögu og ykkur bæjarfulltrúum fyrir það sem á eftir kom. Það var mjög gott. En þetta skýrsla bæjarstjóra frá 17.12. til dagsins í dag og eðli málsins samkvæmt þá hefur nú verið heldur lítið að vera síðastliðinn mánuðinn. Nú 18. desember þá sat ég kynningu ásamt bæjarfulltrúum hjá Hellu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á Norðurlandi sem bauð okkur í heimsókn á lögreglustöðina þar sem hún fór yfir verkefni embættisins, almannavarnanefnd og ekki síst hvernig öryggismyndavélar sem Akureyrarbær kom að hafa verið að gagnast núna síðustu misserum. Og það skemmst frá því að segja að þetta var ákaflega góður fundur og upplýsandi fyrir alla aðila og gott að sjá hvernig lögreglan að vinna og ég held að við getum verið öll ákaflega sátt við okkar góða lögreglustjóra og hennar vinnu og það var líka mjög gott fyrir bæjarfulltrúa og mig að fá að heyra af því hvernig almannavarnanefnd eða sem sagt almannavarnir ríkisins og almannavarnir hér á þessu svæði voru að vinna sérstaklega núna í miðjan desember þegar óveðrið gekk hér yfir Norðurland. Sama dag þá áttu ég og forseti fund með Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar þar sem rætt var orkuskipti í Grímsey og svo daginn eftir var fundur, mjög fjölmennur fundur á Hótel Kea flugmál á vegum Markaðsstofu Norðurlands. Mér langar líka að segja frá því sem nú kannski svona aðeins persónulegs eðlis að ég flög út með beinu flugi héðan frá Akureyri 3. janúar til spænskrar eyju í Atlantshafi og það verður nú að segjast eins og að það meiri háttar lúxus að geta flogið frá flugvellinum okkar góða hérðan frá Akureyri og til útlanda og þurfa ekki að keyra þegar allra veðra von eins og hefur verið hér undanfarnar vikur og farið með örgum hætti hér út á flugvöll og ekki þurfa að fara í gegnum Leifsstöð með börn og fjölskyldu og fljúga beint og koma síðan tilbaka og vera hálftíma seinna komin upp í rúm. Þetta lúxus sem er ótrúlegur og ég held að við verðum að leggja alla áherslu á það að ná frekari beinum flugum. Ég sannfærð það að það verður ekki illa nýtt, allavega ekki af okkur Norðlendingum. Það hafa þær ferðir sem farnar hafa verið núna upp á síðkasti sýnt að íbúar hér vilja nýta sér þessar ferðir. En því miður þá var nú ófært til landsins þannig að það var 1,5 dagur sem bættist við en lent var hér á Akureyrarflugvelli 15. janúar og við eins og ég segi verðum að halda áfram að berjast með kjaft og klóm fyrir því að þetta verði sá valkostur sem hann á að sjálfsögðu að vera. Nú í morgun þá settist ég niður með Þorláki Axel Jónssoni aðjúnkt við kennardeild Háskólans á Akureyri þar sem ég vildi fræðast meira rannsókn sem hann hefur verið að vinna búsetumun og þjóðfélagsaðstöðu samkvæmt PISA er skoðuð og við áttum þar mjög gott samtal og áhugavert og þetta mjög merkileg rannsókn sem Þorlákur að vinna.
En meira var það svo sem ekki. Þetta er upphaf árs og ekki mikið að vera, en ég vil aftur þakka fyrir góða umræðu hér og undan. Takk. Það bæjarfulltrúi Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 13. og 19. desember 2019 og 9. og 16. janúar 2020. Bæjarráð 19. desember 2019 og 16. janúar 2020. Frístundaráð 18. desember 2019 og 8. janúar 2020. Fræðsluráð 16. desember 2019 og 7. janúar 2020. Skipulagsráð 18. desember 2019 og 15. janúar 2020. Stjórn Akureyrarstofu 19. desember 2019 og 9. janúar 2020, velferðarráð 18. desember 2019 og 8. janúar 2020. Þessa fundagerð má alla nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:10. Takk fyrir góðan fund.